Dagný Kristjánsdóttir, deildarforseti í Íslensku menningardeild, ætla að flytja sitt erindi Tartu að eyðileggja þessa góðu stund okkar. Hvað Dagný? Það hún. Kona sem opnaði íslenskar bókmenntir fyrir mér. Aðeins að leiðrétta það, ég ekki deildarforseti lengur, en ég var það. Bandaríski heimspekingurinn Judith Butler skrifaði bók hatursorðræðu sem heitir Æsingatal eða Excitable Speech, A Politics of the Performative árið 1997. Þar talar hún vald tungumálsins. Við getum ekki á þess verið, við hugsum í orðum og sögum allan sólarhringinn, við flokkum, greinum og röðum upp og reynum að skilja. En orð eru aldrei hlutlaus, það hægt að ráðast á okkur með orðum. Orð verða þá gjörðir eða orðagjörningar, speech act, eins og mállýsindamaðurinn J.L. Austin kallaði það. Við verðum vitni að þessu oft á dag og því sömuleiðis hve viðkvæm við erum gagnvart tungumálinu. Það sést til dæmis í því að við tölum að orð séu særandi. Orðagjörningurinn verður þá beinlínis líkamlegt ofbeldi, særandi og meiðandi. Hluti af hinni uppbyggilegu hlið tungumálsins þegar einhver ræðst á því í orðum, þá getur oftast svarað fyrir þig og snúið árásinni við. En það þetta sem tekið úr sambandi með hatursorðræðu. Ef einhver kallar mig Áslaugu, þá get ég leiðrétt þá sagst heita Dagný. Ef einhver segir ég fari með rangt mál, þá get ég hrakið það. En ef einhver kallar mig Tík eða Kundu og segir ég skil að ég sé barinn eða mér sé nauðgað, það orðagjörningur sem ofbeldisfullur og sá sem særður hefur verið með orðunum getur illa varið sig. Það mjög erfitt að taka upp skynsamlega rökræðu það nei, já ekki skilið að mér sé nauðgað og svo framvegis. Dönsk þingkona segir sem kona í pólitík kynnist maður strax óformlegum valdastruktúrum. Það getur verið fundaboð sem skila sér ekki ákvarðanir sem eru teknar á bar eftir fundi, röksemdir og viðhorf sem eru gerð hlægilega eða stjórnsami kallar í hópnum sem taka yfir og fá hrós og heiður fyrir góðar röksemdir eða góðar hugmyndir sem kona hefur sett fram. Þetta návíið frekar svona kunnulegt og huggulegt eða þannig, en verra kynferðislegt áreiti frá ókunnugum mönnum sem flæðir yfir stjórnmálakonur á samfélagsmiðlunum eða í athugasemdum blaðanna, koma í smáskilaboðum eða í póstinum. 27% danskra stjórnmálakvenna sagðist hafa orðið fyrir slíkri áreitni. Özlem Cekic sem með kurdískan bakgrunn en uppalinn í Danmörku var þingmaður á danska þinginu í 8 ár. Hún hefur verið kölluð kettling og íslamista hóra og fucking lýðræðis sinni, fleiri ónefnum og ógeði sem of gróft til þess að berlínska tíðin treysti sér til þess að birta það. Hún segir samt að sé auðveldara að tala og taka á rasískum árásum og ofsóknum. Það veki reiði og samúð fólks, en kynferðislegar ofsóknir hins vegar kalla á allt önnur viðbrögð. Þá dragi menn sig frekar tilbaka og spyrji hvort ekki sé vera oft-túlka smá daður eða bara meinlaust grín, smá klip í rass, hvað gerir það þér og svo framvegis. Þá koma athugasemdir eins og Gunnar Bragi kemur með í klausturs upptökunum þegar að Önnu Kolbrún og Árnadóttur tekst loksins að brjótast inn í samtalið sem þá snýst Írisi Róbertsdóttur. Anna segir, viljið velta þessu fyrir ykkur ef þetta væru kall, og Ólafur Ísleifsson segir, og Gunnar Bragi segir, leyfðu okkur nú að eiga þessa stund saman. Með öðrum orðum, ekki vera ferköntu og leiðileg, ekki spilla góðu stemningunni.
Og þetta segir líka, ef þú vilt vera hluti af henni góðu stemningu og þeim buddyisma sem ríkir með okkur þingmönnunum, þá verður að taka þátt í að úthúða öðrum konum. Þetta sem sagt eineltis og orðræða og sexismi sem konum í stjórnmálum þannig gert að taka við. Og sexismin sem sagt kemur ofan á þá nýju hatursorðræðu sem kallar í stjórnmálum verða líka að taka við í dag á samfélagsmiðlunum. Þetta staða sem enginn sá fyrir þegar konur fengu kosningarétt og kjörgengi fyrir öld síðan. Að því leyti til má kannski segja að því þetta nýtt, að klaustursumræðurnar séu viðvörun eða wake-up call og þarf áminning sem við verðum að bregðast við strax ef við viljum standa vörð lýðræðið og mannréttindin. Takk. Kæri þakkir Dagný. Nú komum við að öðrum hluta málþingsins sem eru pallborðsumræður. Anna Dís Greta Rudolfsdóttir